Velkomin á sögusvið Storytel, Óskar. Takk fyrir það. Gaman að hafa þig hérna hjá okkur. Takk fyrir að fá mig. Nú bókin þín bara nýkomin út, Dansarinn. Þetta 4. skáldsaga þín, ekki rétt hjá mér? Jú, passar. Hvenær, fyrsta bókin, það var Hilma, hún kom út árið 2015. Já. Þá varst að stíga þín fyrstu skref á höfundaferliðinum, ekki satt? Það ekki skrifað neitt áður? Ekkert áður. Ekkert nema fyrir skúfunni. Já, áttu kannski mikið í skúfunni. Það alveg slatti. Nú, já, það gott. Það kannski kemur eitthvað meira úr skúfunni. En þú fékkst fyrir Hilmu blóðdropann. Já. Það verðlaun fyrir bestu glæpasögu ársins. Já, akkurat. Já, æðislegt. Hún sló líka alveg í gegn, Hilma. Já. Svo kom út Blóðengill árið 2018 og þar ertu aftur að skrifa hana Hilmu. Já. Það var ákveðin tenging milli þeirra bóka þótt að sé alveg sikkort glæpamálið. Já. En það voru þarna ákveðin mál sem að þurfti að klára í seinni bókinni. Í seinni bókinni. Og svo kom út enn önnur, það bókin Boðorðið, hún kom út árið 2019 og hún komin út á ensku núna, er það ekki rétt hjá mér? Jú, hún kom bara út núna mánaðamótin í lok október. Já, æðislegt. Í Bretlandi, takk fyrir það. Til hamingju með það. Já. En við erum nú ekki hér til þess að fjalla fortíðina, nei. Hér framtíðin undir, það nýja bókin þín, Dansarinn. Akkurat. Og hún nú kannski aðeins öðruvísi heldur en þessar fyrri bækur, ekki satt? Jú, hún svolítið ólík. Ég tók aðra sýn einhvern veginn á skrifin hjá mér heldur en að ég hafði gert í fyrri bókunum. Og sem að mér fannst bara óbúslega skemmtilegt að gera. Það líka bara ögrandi, það var alltaf gaman að takast á við áskoranir. Og satt best að segja var ég mjög smeykur í upphafi að fara þá leið sem ég fer í þessari bók. En eftir því sem að svona á leið þá féll mér alltaf betur og betur og var sáttari og sáttari. Já, nú kannski hlustendur eða áhorfendur að velta fyrir sér, býttu hvað var svona mikil áskorun? Já. En svo við kannski bara segjum hlutina eins og þeir eru. Já. Þá þessi bók sem hérna á borðinu hjá okkur, hún sannarlega prentuð hér. Akkurat. En þetta bók sem skrifuð beint sem hljóðbók. Já, hún var í raun og veru upphaflega bara algjörlega hugsuð þannig. Og þá þarf maður líka að hugsa það aðeins út frá því og ég bara satt best að segja, ef við segjum bara hlutina alveg eins og þeir eru, þá var ég dálítið kvíðinn fyrir því af því að ég hélt að ég myndi kannski hafa minna frelsi, þyrfti að fara einhverja ákveðna leiðir sem að ég væri jafnvel ekkert sáttur við. Skrifin í einhverja formúlu. Já, skrifin í einhverja formúlu af því að vissulega þegar þú ert að hugsa heila skáldsögu þar sem að þú ert bara með hlustendur að þá þurfa kannski að vera ákveðin atriði sem að með ekki flækja þá hlustun. Og þannig að því leyti kannski þarftu að hugsa þetta pínlítið öðruvísi en það kom mér samt sem áður verulega á óvart hvað ég þurfti ekkert að vera upptekinn af því. Nei. Það var aldrei að trufla mig í skrifunum og þau kom bara í raun og veru ljós. Maður lærði líka rosalega mikið á þessari vegferð af því að þetta var svona hugsunin að hvað það hægt að leika sér með hlutina. Þú hefur alltaf þitt frelsi, nákvæmlega sama frelsi eins og hefur þegar þú ert að vinna með söguþráðinn. Þú getur farið í alls konar áttir með allt sem þú ert að gera, tekið alls konar sveitavegi og þarft að bakka alla leið tilbaka. Krýsuvíkurleiðin og allt það. Já. Og þannig að maður getur alltaf sveikt og beygt. Þannig að það truflaði mig aldrei. Nei, það frábært að heyra. En líka einmitt gaman að sjá að hún virkar bara sannarlega vel sem hefðbundin prentuð bók líka. Algjörlega, hún gerir það líka, sko. Þótt hún sé skrifuð fyrir sem hljóðbók. Já. En hvað þessi bók? Hún Dansarann. Já. Og þetta var alveg svolítið magnað fyrir mig hvernig hún kom til mér þessi saga. Ég meina fyrri bækurnar komu þá var maður svona að leita svolítið eftir umfjöllunarefni og sérstaklega með fyrstu og svo kannski slípast maður auðvitað aðeins til.
og þjálfast í ákveðnum hlutum. En svo var ég alltaf svona pínlítið að reyna að pína kannski eitthvað fram einhvern tímann ekki, sko, áður en að dansarinn var nokkuð tímann sko, komin í kollinn á mér. Þá var eitthvað að fara að trufla mig að það verður að fara að koma eitthvað, ég veit ekki hvað ég á að skrifa og eitthvað slíkt, sko. En svo lærði ég einmitt í þessu ferli með hinabækurnar, nákvæmlega eins og ef maður fær einhverja stíflu, eins og gerist stundum, að þá lenti ég stundum í því að ég bara var eitthvað að pína sjálfa mig áfram. En þá sá ég alltaf að það sem ég skrifaði, að því að ég var að pína það fram, þá var það alltaf bara vondur texti. Og þannig hugsaði ég svolítið með það þegar ég var að reyna að pína fram einhverja hugmynd af einhverju til að skrifa. Og þá fór ég að hugsa, nei, ég ætla ekki að pína þetta fram. Þá verður það bara vond hugmynd. Og hvernig kom þá dansarinn til? Þessi bara kom bara ef ég á að segja það, þá var ég að keyra frá Þorlákshöfn til Reykjavíkur. Fjölskyldan í bílnum og kvöldlagi, og kom matarboði og svo fjölskyldan grjótsofnuð við litlu kaffistofuna og það ómar eitthvað rokklag í útvarpinu. Þá bara byrjaði ég að sjá ungan dreng dansa ballett við þetta rokklag. Og ég eitthvað, já, vá, þetta er rosa töff. Og ég byrja að hugsa þetta meir og meir og meir. Og það bara hleðst utan á þetta með hverjum ljósastöðnum sem ég keyri framhjá, sko. Og svo vindur alltaf upp á sig. Vindur alltaf upp á sig. Og í raun og veru svo bara þegar ég legg bílnum fyrir utan húsið okkar í bænum, að þá bara, bara sagan komin. Náttúrulega alls ekki fullmótuð, en svona sagan. Og það fyrsta sem ég gerði þegar ég bara kom inn, að það var bara skrifa allt það sem ég hafði hugsað á leiðinni niður. Og þá var bara þessi bolti komin og ég vissi að þarna væri bara ótrúlega skemmtileg saga sem að maður hefði endalausa möguleika á að móða úr. Og þarna þurftur ekkert að pína fram. Þannig að Tóni, aðalpersónu sögunnar, það er hann Tóni, þessi ungi drengur, hann hefur lært ballett hjá móður sinni, sem að var ballettdansari sem átti framtíðina fyrir sér, en móðurinn lendir þarna í slysi, getur ekki dansað ballett meira, en tekur það svona út á ungum sinni sínum. Þannig að hún eiginlega neyðir hann til þess að læra ballett heima hjá sér. Hann fer ekki í ballettskóla, en hann er svona ofboðslega talenteraður. Já, gríðarlega talenteraður. Náttúrulega búinn að alast upp við mikið harðræði og vondar aðstæður hjá einstæðri móðurinni sem hafði sjálf verið vonarstjarna okkar Íslendinga í sögunni sem ballettmaður og átti framtíðina fyrir sér en verður lendir í slysi. Þannig að ferillinn hann bara þurrkast út í einu vettvangi og við tekur hjá henni bara hálfgerða hörmungar í lífinu. Hún lifir sinn draum í gegnum svona sinni. Já, svo gerist það þegar hún eignast hann og bara þegar hann er 34 ára gamall þá byrjar hún að þjálfa hann sem dansara. Og þetta er svona svolítið saga sem að má í sjálfu sér segja, ég held þetta sé ekkert mjög óalgengt að það gerist að foreldrar vilji móta svolítið út frá annarkvort því sem að þau sjálfur að gera eða það sem að þeim langaði til þess að verða. En er þetta hefðbundin glæpasaga? Er morð framið? Er þetta ráðgáta, spennusaga? Hvernig myndirðu lýsa því? Þetta er mjög erfið spurning. Þetta er svo ný fyrir mér þessi svona, ég ætla ekki að segja aðferð því að maður er aldrei að finna upp eitthvað hjól í skrifunum. En fyrir mér var þetta svona ný nálgun. En samt að maður er ekki að fylgja neinu. Ég er ekki að fylgja neinu ákveðnu formi að ég veit að það er til eitthvað svona formi eða eitthvað slíkt. En það sem að það sem að var svolítið nýtt fyrir mér í þessu var að
til dæmis fyrri sögunum mínum og í mjög mörgum glæpasögum sem maður hefur verið að lesa, þá alltaf spurningin þennan óvænta endi og eitthvað slíkt og þú ert að fela morðingjann og ert að spila svolítið á hlustendur og lesendur með það sem að gerir það að verkum að það óbúslega gaman að skrifa svoleiðis bækur auðvitað. En ef ég hefði ætlað að gera það hér, þá sá ég strax að þá voru mér strax skorður settar með að fjalla hann sem einstakling. Já. Ef ég hefði ætlað að fela hann. Þannig að þar kemur svolítið nýr vinkill hjá mér, hvernig ég kem bara með það upp á yfirborðið. Þannig að þetta kannski meira svona, já, ætla sem ekki lýsa þetta sé svona það sem á ensku heitir psychological thriller. Jú, algjörlega. Þetta eiginlega einmitt meiri thriller heldur en glæpasaga per se. Já. Þótt að vissulega séu þarna, það eru morð í sögunni. Það eru morð í sögunni. Það eru glæpir. Já. Það eru líka rannsóknar lögreglumenn. Algjörlega. Já. Þá kom þessi tókstrita líka sko með, af því að ég með þarna lögreglupar. Valdimar sem er svona að nálgast eftirlaunaaldurinn og svo hana Ylfu sem er svona að stíga svolítið sín fyrstu skref í þessari deild, rannsóknardeildinni. Og þá kom svolítið tókstrita hjá mér í skrifunum af því að mér líkaði strax svo vel við þau. Mér fannst þau skemmtileg, mér fannst þau yndisleg. Gott að heyra, þau eru það. Já, Valdimar, óbúslega, góður maður af svolítið gamla skólanum og svona góð manneskja. Ylfa svolítið, hún gerist 1982 sagan og hún svolítið að berjast svona aðeins fyrir tilverurétti sínum, að svona finnu fyrir, sem sagt hún svona kvenmaðurinn þarna á svæðinu og svolítið að fá pusið yfir sig út af því. Já, einmitt, þetta kannski, þú veist, í anda þess tíma. Já, í anda þess tíma, sko. Já, og einmitt sögursviðið Reykjavík. Algjörlega. Þannig að, kannski lesendur kannast alveg ágætlega við sig. Algjörlega, já. Þarna. Já, það kjötbú Tómasar og Vísir og sem alltaf orðið lundabúðir í dag, sko. En þannig að það var hvað sögusviði var það var þetta stórkostleg skemmtun að fara í gegnum það af því að ég var sjálfur unglingur þarna á þessum tíma og mann algjörlega var að vinna hjá föður mínum á Laugaveginum á þessum tíma þannig að ég þekkti þetta svæði sem sagan gerist á alveg svo lóðan á mér. Það var rosalega gaman að svona endur upplifa og jafnvel staðsetja sjálfan sig í ákveðnum senum þótt að ég hafi komið þar ekkert við en þú ferðu þetta í huganum og ert að upplifa þetta. Já, eins og tímavél eitthvað svona. Já, tímavél, algjörlega. Nei, þetta líka spennandi tími, þú veist, bílarnir voru töff og tónlistin var flott og tónlistin mitt leikur stórt hlutverk í bókinni. Hún leikur stórt hlutverk í þessu. Já, ég meina Valdimar á karrigulum Saab, það gerist ekkert betra, sko. Það er svo töff bílar. Nei, og svo einmitt eins og þú ert að lýsa Valdimari, hann svona góð kall, mér var hann einmitt, jafnvel vera svolítið svona, hvað ég segja, svolítið svona agaleg týpa og það er greinilegt að Ylfa sem að stíga sín fyrstu skref og kannski vinnu umhverfið henni svona hálf fjandsamlegt, af því hún er svo karllægur staður, karllægur vinnustaður og hún getur hann að leita ráða hjá Valdimar og hann finnur það hjá sér. Alveg svona ekkert upp á sína arma því að hún vill það heldur kannski ekkert, hún rosalega sjálfstæð og vill svona sanna sig eigin veruleikum þannig og allt það en hann verndar hana og mjög góður við hana og þau svona tengjast alveg mjög vel. En það var einmitt svo við komið aftur á því að þarna var svolítið togstreita hjá mér af því ég hef með Tóni svo ofarlega í sögusviðinu til þess að geta sagt frá honum hans lífi að þá var ég að hafa þau aðeins neðar. Þau eru svona svolítið undir yfirborðinu. Tóni alltaf aðal. Dúkka alltaf upp. Ég verði alltaf að láta þau dúkka upp og þá fáum við að kynnast þeim í þeim hlutum. Og ég allavega vona að hlustendur svona finni það sem að ég fann eftir að ég var búin að skrifa þessa bók af því að mér langar að vita miklu meir þau og segja meira frá þeim.
Ég nefnilega sko hjartanlega sammála þér. Mér finnst það eru rosa flott heimi, þau tvö, Valdimar og Ylfa. Og ég sé það alveg að það er að það er alveg hægt að skrifa meira þau. Já, ég held það. Og kannski verður það einhvern veginn öðruvísi, kannski eru þau í forgrunni. Já, ég leyfi þeim að vera ofarlega. Já. Og líka sko við náttúrulega viljum ekki segja allt og mikið hvernig bókin endar eða hvar og við getum talað þessa bók án þess að segja of mikið. Algjörlega. En það er alveg hægt að skrifa þau þótt að þessu máli sé lokið. Algjörlega. Já. Þannig að það verður bara, ég er mjög spenntur fyrir því að gera það. En segðu mér annað, einmitt að þið vorum að tala tónlistina. Nú er þessi bók einmitt að mörgu leyti svolítið óvenjuleg og öll framleiðsla þessara bókar, það er tónlist. Já. Það er lag. Heldur betur. Já, viltu segja okkur hans frá því? Já, sú hugmynd kviknaði líka í bíl. Ert þú alltaf að taka? Já, ég er alltaf að taka. Gerðu þið bara endilega sem mest af því? Já, nákvæmlega. Það virðist vera bara staður inn. Nei, það var allt saman mjög sérkennilegt líka. Þetta svona átti sér smá aðdraganda, ég fór að hugsa, þetta átti bara að vera eingöngu hljóðbók og ég fór eitthvað svona að velta fyrir mér, útgáfuhóf, ég er ekki að fara að árita eða neitt slíkt. Hvernig verður þetta? Og ég talaði við ykkur hér og það var bara, það samtala enda og við skulum bara hugsa þetta eins. Svo er ég að keyra upp í sveit, aleinn og þá er ég með nýja lagi á Kaleo í gangi og ég er að hugsa svo mikið þetta, útgáfuhófið og eitthvað. Þá allt í einu einhvern veginn bara kemur þessi hugmynd til mín. Akkur ekki að semja lag í tengslum við dansarann og það verður þá bara frumflutt á útgáfuhófi. Bara coverlag, bara eins og þú verður að gera bíó. Algjörlega. Og ég tek strax upp símann og hringi í bróðurson minn sem er Dr. Viktor. Já. Það er mikill músíkmaður og hringi hann og segja sælblessaður, ég er í smá maníu. Ertu tilbúin í það? Og hann sagði, já, hittir mjög vel á mig, ég er líka í smá maníu. Þannig að ég segi hann frá hugmyndinni og hann bara greip hana svona á lofti og þetta er bara geggjað. Og þá kom ég með hana hingað og gríðarlega kvíðinn og ég hélt að það er hlegið að mér. Bara sannleika sagt. En þetta var bara gripið á lofti. Og ég fór alveg dansandi héðan út, sko, eftir að hafa borið upp hugmyndina. Og þá fór bara boltinn að rúlla. Og það er þá Dr. Viktor sem semur lagið með hljómum frá þér, ekki satt? Jú, já, þú átt svona svolítið lagið. Ég á hljóma. Ég fór í stúdíó síðan í framhald af þessu og fer í stúdíó til hans. Og hann er svo frábær að vinna með. Vegna þess að hann er svo opinn fyrir að fá, sko, að loka sig ekki bara af einhvern veginn og fara sjálfur sem hann myndi eflaust geta gert. En hann vildi svona, náttúrulega heyra söguna, hvers konar saga, náttúrulega mikill harmur í þessari sögu og sársauki og allt slíkt. Og vildi svona hlera hjá mér hvers konar tóna ég væri að velta fyrir mér. Og þá myndi ég allt í einu eftir einhverjum svona 5 hljómum sem ég er búin að vera að glamra á píanó. Ég kann ekkert á píanó, en það var alltaf píanó á heimilinu. Ég læri á fiðlu, sko. Og það er ekki fiðla í laginu, samt? Nei, ekki fiðla. Og já, þá rifjaðist upp hérna fyrir mér ég held að sé ykkur kannski 7 hljómar og ég er búin að vera að glamra þetta bara frá því ég var 12-13 ára gamall. Alltaf þetta sama. Ég segi honum frá þessu og hann kveikir á einhverju hljómborðið og bað mig að spila það, tekur það upp á símann sinn og það er sem sagt þessi hljómar eru undirtónarnir í laginu út í gegn. Ef ég hefði vitað að þetta ætti eftir að enda í einhverju svona lagi
Mér finnst þetta bara alveg ótrúlegt, sko. Þannig þú varst, að þú nefndir áðan, varst að skrifa fyrir skúffuna, sko, eitthvað þarna áttiru, þú veist, þessa hljóma í skúffunni. Ég átti þá í skúffunni, já. En það einmitt annað sem svo skemmtilegt, þegar það kemur að þessari bók, sérst hljóðbókinni og síðan laginu, og það tengist lesara bókarinnar. Já, nákvæmlega. Já. Það sem sagt, það engin smá lesari sem að lesa þessi bók fyrir Storytel, það Daniel Ágúst Haraldsson. Já. En hann syngur einmitt lagið líka. Hann syngur það líka. Þannig að það var ekki hægt að biðja þetta var bara draumur sem varð að veruleika og allt þetta ferli einhvern veginn búið að vera það. Hann kom bara strax þarna upp sem söngvari sem við þyrftum að hafa samband við og að hvort að væri tilbúin til þess að taka sér að syngja lagið. Hann las boðorðin og fekk svo frábæra umsagnir og dóma fyrir það og ég var svo gríðarlega ánægður að hann ætlaði les dansarann. Og þá einmitt var fannst okkur þetta að vera svo geggjað líka og ákváðum að tala við hann. Ég held að ég megi fullyrða það þegar við erum að tala svona listamann eins og hann að ef honum fellur ekki við eitthvað og hann svona fekk að hlusta á eitthvað svona mjög gróft demo af laginu, þá hann einfaldlega bara sagt, nei, þetta ekki alveg minn tepolli, sko. En þetta var sannlega hans tepolli. En hann alveg, já, hann greip þetta og ég bara búið að vera ótrúlega mikil heiður og gaman að fá að hitta hann og líka bara fá að vera svona flug á vegg í stúdíóinu. Hann bara sjálfur algjörlega yndislegur, en líka bara kynnast. Ég búinn að læra svo óbúslega mikið á öllu þessu ferli. Ekki það bara við að skrifa bókina, vegna sem maður alltaf að læra með hverri bók og verður aldrei fullnumin í því. Nei. En líka fá þessi tækifæri að fá að vera flug á vegg hérna í stúdíónu og kynnast bara þessum listamönnum. Já. Eins og Viktori, Birki, Ágústi, Daniel Ágústi. Daniel Ágústi. En hérna ég geti sagt það með mjög mikilli vissu að þú ert fyrsti höfundurinn sem fær lag og tónlistamindband með bókinni sinni. Já, mér skilst það. Sem bara æðislegt. Ég þarf nú ekki að lofa því hér og nú að þú fáir slíkt með öllum bókunum þínum. Nei, ekki áskrift. Nei. En ég vona bara sannarlega að þessi bók hitti marga hjá lesendum og þetta sýnir líka bara hvað formið hefur upp á margt skemmtilegt að bjóða. Algjörlega. Og þú nýtir þér þetta hljóðbókaform á bara alveg til hins ítrasta. Algjörlega. Og bæði hlustendur og lesendur munu geta fengið mikið út úr því sem sagan algjörlega brilljant. Svo nú ekkert annað að gera en að bara drífa sig að hlusta á þessa frábæru bók og fara svo dansandi á hátíðina. Nákvæmlega. Takk fyrir að koma á Sögusvið Storytel. Takk fyrir að bjóða mér. Takk.